Liður 4, brunavarnaráætlun slökkviliðs Akureyrar, til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta liður 1 í fundargerð umhverfis- og mannvirkjaráðs dagsettri 7. febrúar 2024. Lögð fram til samþykktar brunavarna áætlun slökkviliðs Akureyrar 2023 til 2027. Gunnar Rúnar Ólafsson slökkviliðsstjóri slökkviliðs Akureyrar og Maron Pétursson aðstoðarslökkviliðsstjóri sátu fundin undir þessum lið. Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkir fyrir sitt leyti brunavarna áætlun slökkviliðs Akureyrar og vísar henni til bæjarstjórnar. Og til fróðleiks ætla ég að nefna hérna nokkur atriði sem að koma fram í minnisblaði slökkviliðsstjóra sem fylgdi áætluninni. Markmið brunavarna áætlunar að tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við þær áhættur sem eru í sveitarfélaginu. Á meðal breytinga má nefna áhættumat fyrirtækja og stofnana innan sveitarfélagsins og þá einnig komur skemmtiferðaskipa til sveitarfélagsins. Stórar áhættur innan sveitarfélagsins kalla á mótvægisaðgerðir af hálfu slökkviliðsins. Má þar helst nefna þjálfun slökkviliðsmanna á jaðarsvæðum og samninga gagnkvæma aðstoð við nágranna slökkvilið okkar. Áframhaldandi menntun og þjálfun mikilvæg, en gott og öflugt samstarf hefur verið við brunamálaskóla HMS kemur að námist atvinnu slökkviliðsmanna. Nú stendur yfir úttekt á slökkviliði Akureyrar eins og lögbundið og ljóst að gera þar gangskör í aðstöðu slökkviliðsins varðar afeitrun búnaðar og mannskaps. Og það eru einmitt ætlaðir fjármunir í þessi verkefni á fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar samtals 140 milljónir á næstu 4 árum en reyndar óveruleg fjárhæð á fyrsta árinu, núverandi ári. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lagt máli sínu orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúi Andra Teitsson fyrir yfirferðina á þessu máli sem að mér finnst stór skemmtilegt og mér finnst í fyrsta lagi alveg frábært að sjá þessa í rauninni þessa þetta rafræna form sem tilkomið vegna þessara brunagáttar sem að verði þá þessi miðlægi gagnagrunnur með rauntíma upplýsingum og mér finnst þetta form til fyrirmyndar og þetta fróðlegu lestur og kannski bara fyrir nörda en ég flokka mig sem slíkan, þannig að það bara skemmtilegt. En það voru kannski tvennt sem ég langaði að nefna, það var í fyrsta lagi vegna sem aðeins hugleiki samninga, bara almennt hjá sveitarfélaginu, bæði samstarfssamninga og einkaréttilega samninga, en hvaða samninga eru við með og það svo áhugavert að sjá sem að mér finnst til fyrirmyndar þarna hjá slökkviliðinu að þá á blaðsíðu 18 þá setja þau fram lista af samningum eða verkefnum, hvað þau heita, hvað hlutverk slökkviliði gegnir í því og á hvaða gildistíma samningurinn á að gilda. Reyndar dálítið áhugavert að standa ennþá 2999, þetta langtíma samningar sem hlýtur ennþá að vera kannski innsláttarvilla, en ger ég ráð fyrir. En ég held að við gætum alveg hort til þessi fleiri ráðum og nefndum og á sviðum að við hefðum betri yfirsýn bæjarfulltrúar og nefndamenn á samninga sveitarfélagsins almennt því að það okkar hlutverk að hafa eftirlit með þeim. Og ég hefði á tilfinningunni að við gætum gert betur þegar kemur að því að hafa eftirlit með samningum, hvort heldur sem eru samstarfssamningar milli sveitarfélaga eða brunamálum með öðrum og þar bæði varðandi þjónustu við íbúa en ekki síst kostnaðar hlutdeildina sem að óneitanlega verður hætta á ofta að vegi þyngra hjá einum en öðrum aðila og þetta eitthvað sem að mér finnst að við ættum að rýna betur og fyrsta skrefi gæti verið að það væri óbúslega gott að hafa bara svona lista á hverju sviði eða á hverju málaflokki smá saman, ég ekki að segja að þetta sé eitthvað sem hægt að kannski gera í einni svipan en ef maður gæti einfallega flett upp helstu samningu sveitarfélagsins til dæmis á heimasíðunni hvað samið, hver ábyrgðin og hver gildistíminn, það myndi einfalda allt eftirlit en
Svo vildi ég bara aðeins að lokum nefna hérna þetta með afeitrunarbúnaðinn. Ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt, gott að þetta sé inn á fjárhagsáætlun. Tekur kannski helst til og langan tíma þar sem við ætlum okkur, 3 ár. Við erum kannski eitt þeirra sveitarfélaga sem erum með slaka aðbúnað fyrir slökkviliðsfólk í hérna hvað við kemur afeitrunarbúnaði og tækjum, sem að meðal annars getur orsakað og rannsóknir hafa sýnt að hreinlega geta auki krabbameinshættu hjá þeim sem að starfa í slíku umhverfi, og ég tel að við verðum að taka þeirri ábyrgð gríðarlega alvarlega og tryggja að það veri gert með sómasamlegum hætti, enda ákveðin svona lágmarkskrafa að öryggi og starfsfólks sveitarfélagsins sé tryggt í hvívetna. Það er bæjarfulltrúi Hilda Gísladóttir lokið máli sinni, orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, þeir sem geta samþykkt áætlunina, gefum ekki. Það er öll.